titillinn á því á vel við Good Time því að nú hefur FM 95 Blö hafið göngu sína þennan miðvikudaginn og ég lof ykkur Good Time þennan miðvikudaginn eins og alla miðvikudagar situr á móti mér Pétur Jóhann Sigfússon og hann vil meina við séum að taka loft ekki satt. Kæru farþegar, velkomin í flug FM 95 Blö til Nei, þetta klúraðist. Þetta var flott eða ráðan. Kæru farþegar, velkomin í flug FM 95 Blö á FM 957. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon og aðstoðarflugmaður í þessu flugi. Það flugstjóri sem talar hér, Auðun Blöndal, þið vona á skemmtilegri ferð. Það verður eitthvað ókyrrð í kringum fimmleytið af hlátri, en annars bara þægilegt flug framundan. Skellum þættinum í 30.000 fett og það er vona góðu veðri alla leið. Það er akkurat málið og svo ég útskýr nú fyrir hlustundum hvaða flug er í vændum að þá er veðri og áfangastað er af góðu tæginu. Já, og við bjóðum upp á drykki á leiðinni. Bjóðum upp á kaffi og te. Já, það er frábæð þáttur hjá okkur Pétri í kvöld í dag. Það er ekki kvöld. Nei, það er dagur. Hábjartur dagur, maður. Það er hárrétt. Hásumar og hábjartur dagur. Það er nú ekki hábjart út, það er rigning og svolítið svona dimmt yfir. Já, það hefði bara kjaftaðið maður. Já, hérna í borginna. Smá svona úði. Já, förum ekki að grenja við því. Nei. Við erum með Tryggvi Guðmundsson, TG9 sem heldur betur verið á milli tannan á fólki, hann er að koma til okkar hérna eftir. Já. Það verður gaman að spjalla við hann. Fótboltamaðurinn góðkunni. Hann var ekki að spila lengur með IPVF og bara þegar hann kíkti á þjóðhátíð. Við þurfum eitthvað að ræða þetta við hann. Nú, hvað er að gera? Spjallum aðeins við hann kannski landsleikin líka og annan. Já. Besti vinur minn, Tong, hann er stórkostlegur í dag. Það er ekkert flóknara. Hann ringir hér á eftir í pítsustæði hér í bæ og er brjálaður yfir því að pítsana skulle ekki vera komin. Búin að bíða í klukkutíma. Ég myndi ekki missa því. Þetta með skemmtilegur tongum sem við höfum tekið upp. Já, þú segir það. Já, ég grét og hlátur á það. Við höfum þín orð fyrir því. Já, það er búið að taka hann upp og ég lofa ykkur. Sitt sýnist hverjum. Veistlu þar. Hver og einn er sinn dómari. Þú kæri hlustandi, ert dómari og leikstjóri í þínu lífi. Líka á sínust og það er í ykkar höndum kæru hlustendur að velja lögin. Opnið fyrir síman með það allt saman á eftir. Svo ætlum við líka að gera gamla góða ati með grínröddu. ætlum að prófa það hér á eftir. Já, við erum ekki búin að gera þetta lengi. Nei, það er orðið svolítið síðan. Við tókum ati með grínröddu og hvað varst að tala um? Ég var að hringja í saumastofur. Varstu ekki búin að finna einhver númer? Jú, ég var búin að finna einhverja saumastofur. Já. Og það er svo mikilvægt í þessu öti að grínröddin sé alveg augljós. Já, þetta á bara bótt. Já, þá að við Já, eitthvað svona rugg. Já. Þannig að fólk viti helst bara strax að ok, þetta er einhver fíblagangur. Reyndar ég held að það sé góð hugmynd, þetta er ekki saumastofur því að ég hugsa að FM 95 Blö hljóma ekkert á saumastofum. Nei, í stóri var stundum. Eldri konur sem er að stjórna þessu svona? Já, bara á saumavélunum og þær vilja bara hafa guðvina. Já, bara hafa náðugt og ég skilja þær vel. Já. Hvaða fullorðna kona er bara að sauma á saumastofu og allt í hennu kemur bara I'm gonna live my life no matter what og hún bara heyrir þetta segja. Frábært lag. Já, það skipta guðuna. Ósalega skemmtilegur þarna hann Auðun Blöndal. Það gíli fötu þarna líka en skiptum stöð. Hvað sagðirðu? Ég sagði ekki neitt. Það eru P-orðið. Nei, ég sagði Klukkan ekki orðin 6. Erðu, manstu hvað þú sagði yfir eitthvað þetta síðasta þætti? Þú getur ekki dæmt mig. Nei, ég veit það. Það er eitthvað sem ég ekki glemt. Svo er annan, það er fitnesssport sýning á Expendables 2 á morgun í Laugarásbíói. Ég held að við verðum að fara í eitthvað fitnesssport. Og við erum að fara að gefa 20 miða á það. Þannig að það er að gera að fylgjast með því. Það er sérstök fitnesssport sýning á kvikmyndinni Expendables 2. Já, Svavar í fitnessport er enda toppmaður sko. Þannig að ég bara hika ekki við að gefa 20 miða á þessa sýningu. Nei, við hikum ekki við. Nei, og við opnum fyrir síman með þá eftir. Þannig eins og þið heyrið kæru hlustendur að það er nóg að vera hérna hjá okkur. Svo er aldrei vitanum við fyrir mig hvað er klukkan. Karogi, það er á sínum staði, ég hef búin að telja það upp. Sætfinnur, það er þetta ekki í dag. Nei, já, hvernig gæti ég gleymt því, svo er náttúrulega sturglega staðreyndir maður. Crazy insane facts. Já, góð hansku. Crazy insane facts. Og þær eru með þess að geggjar í dag. Manst ekki aðeins þegar ég var að skrifa henni, ég var að segja við bara Pétur, ég með veistlandar í sturglega staðreyndir. Ég hlakka svo til. Ég er ekki að ljúga, það eru rosa góður í dag. Getum við flýtt klukkunni? Já, bara láta þetta líða hraðar.
Já. Ég get ekki beðið. Já, það er svo, að því það er svo mikið að gera. Já. Ég ætla líka að minna menn á að 12 ætlar að hittast núna á Ölver klukkan 5 og Heimir Hallgríms aðstoðarþjálfari mætir og það verða miðar þar fyrir alvöru stuðningsmenn. Þannig að nú er að gera að klæða sig í landsliðstreyjuna og kíkja niður á Ölver og hitta strákana í 12-unni því að þar verður gríðarleg stemming. Ég ætla með þess að kíkja á landsleikinn í kvöld. Það verður stemming. Já. Já. Mér finnst til það. Vinna Færeyinga. Já, komin tíma til að gera það. Já, að styttist þér í Tong og Tryggva Guðmunds. Þeir eru mjög líkir, þessi tveir einstaklingar. Tong and Tryggvi. Byrja hérna hins vegar á einu gömlu og góðu með Ríhönnu. Þetta lag heitir Russian Roulette. Russian Roulette með hljónstinni Jimmy's and the Jannies. Sennilega eina rúlletta sem ég hef aldrei prófað. Hanna þessi með eitt gamalt og gott hér. Gamalt, þetta er kannski 2 ára. Já, gamalt og Það gott. telst nú ekki gamalt. Russian Roulette. Það er kósí lag sko. Já, kósí lag. Og Þetta er framhjáhald, að ég held. fjallar framhjáhald, já. Já, alltaf gaman að því. Já, það er alltaf hressandi með. Akkurat. En þeir eru með stilt á FM95 blöð, það er komið að föstum lið hér hjá okkur sem að myndi vera slúður. Já. Og það þýðir aðeins eitt Blöndal. Glýmis alltaf. Slúðrið í FM95 blöð. Herru, var Johnny Depp að kaupa sér nýjan bíl? Ég veit ekki, hefur þú hitt eitthvað? Er Denzel Washington að fara að leika í þessari mynd? Ó, hvernig kemst maður aðeins öllu saman? Slúðrið hjá FM95 blöð. Það er húsfélagið Frostafold 20 sem býður þér upp á slúðrið í FM95 blöð. Komið þið sæl og velkomin í slúður hér hjá okkur í FM95 blöð. Ég heiti Pétur Jón Sigfússon og er aðstofa flugmaður í þessu flugi, Blöndal. Yfirflugmaður ætlar að taka við, gjörðu svo vel, Blöndal. Takk fyrir það, Pétur. Við vorum að ræða framhjáhald hér áðan eftir þetta lag Russian Roulette og talandum framhjáhald. Þá er framhjáhald leikonuna Kristen Stewart með leikstjóra Snow White and the Huntsman. Rupert Sanders hefur aldeilis tekið sinn toll á leikonuna. Hún er 22 ára gömul. Já. Og það nýjasta í því öllu saman er að hún fær ekki að leika í framhaldsmyndinu Mjallhvít. Nei, Hún sem sagt leika þarna allt út af þessu framhjáldi. Já, Snow White and the White Huntsman eða hvað sem þessi mynd hét, Já. sem að var eitthvað ágættismynd, ég kíkti á hann í bíó og hún mun ekki leika Mjallhvít aftur. Nei, hvernig fórst á hana? Það man ég ekki. Nú, mannst það ekki, nei? Nei, en Já, svona getur þetta verið í heimi stjarnana. Já, ég er eiginlega bara fann að vorkina greiði stelpunni, minna hún gerði mistöku eins og margir aðrir hafa gert. Tók feilspor. Já, þetta er 20 og þetta er bara bann og það er bara alltaf hrynjað í kringum hana. Já, kannski hefur hún bara eitthvað að ruglast. Já, kannski. Það er aldrei að vita, en viltu meira slúður, Pétur? Sjálfsögðu, ég get ekki beðið meira slúður. Já, næsta slúður er eitthvað sem ætti ekki að koma neinum óvart og kom mér ekki óvart, en það hefur hann verið svolítið hérna í slúðurum. Það er hann Bobby Brown. Bobby Brown. Nýjasta af þeim aumingja er að hann er farin í meðferð. Og kannski alveg kominn tíma á það, en reyndar eitthvað sem segir mér að þetta sé ekki hans fyrsta og ekki hans síðasta. Nei, eiturlur, já, þess að, hvernig, bara áfengis meðferð. Eiturlyf og alkohól stendur hér. Já, eiturlur og Ég held að þetta sé nú svona nettu grautur bara hjá honum. Já, þetta var komið í eitthvað rugli á hann og greinu. Já. En barnan er mönnum með bestna að lifa og ég sé fyrir mér í framtíðinni. Hann komið, já, beinn og breiður út. Já, ég vona það, en Haldi áfram með sinn frábæra tónlistaferil. Frábæra, þetta er maður sem er ekki gefið út lag í 20 ár, sko. Hann er alveg búinn. Bobby Brown. Já, ég líka veistu það. Ég er bara komið nóg að Bobby Brown. Já, ég veit ekki, Auðvitað vona ég til í að sjá hann koma með comeback. Já, ég var alveg til að sjá hann jafna sig og komast yfir þetta allt saman, en Hver mann ekki eftir hérna? Læginu. That's my prerogative. Já, einmitt Það var Bobby frábært lag með Bobby Brown. Já, Kemur mann alltaf í stuð. hefur hann gefið eitthvað út síðan? Já, hann hefur gefið margt út síðan. Já. En það hefur ekki flogið eins hátt á þetta lag. Nei, einmitt. Þú, Auðun Blöndal, þú ert alltaf að gera lítið og svona, þú veist, maðurinn er búinn að vera að berjast kannski við eiturlyfja og áfengisfíknin á. Er ég að gera lítið? Ég var að segja hann, ég vorkenndi hérna Kristen Stewart og Já, ok, sorry maður. það er bara þeirra menni eins og Bobby Brown Ég hljópa á mig. sem var settið skammar í jarðaför fyrir hann konu sinnar, Whitney Houston. Ég get bara ekki fyrirgefið svoleiðis, Pétur, fyrirgefið. Nei, bara, sorry líka, ég bara hljópa á mig. Ég var eitthvað bara illa fyrirkallaður hérna í upphafi þáttar og ég bara, ég tek þetta aftur og ég ætla að vera hressikallinn. Áfram höldum við hérna í slúðrinu. Já, ég ætla að enda þennan slúðupakka á Robbie Williams, en þessi tónlistarmaður sem hefur nú oft verið kallaður Chubby litli dansarinn, hann er heldur betur búinn að taka sig í gegn og er orðinn ríkala vöðvastæltur og kominn undir 10% fitu. Hver er það, Robbie Williams? Já, söngvari sem söng Angels og fleiri lög. Er hann ekki óléttur? Eða þú veist, á hann ekki von á barni? Jú, það er hálf rétt þér. Ég er ánægður með þið. Þú fylgjast vel með slúðrinu. Já, ég sá þetta einhvers staðar. Hvar var ég? Vísi.is held ég. Já, þetta er nú ekki þéttu slúðupakki á mér í dag. Ég veit
allt það og byrst afsökunar á því. Það bara lítið að gerast. Ég fannst það merkjaður þessi slúðupakki. Fannst þér? Já, ég fannst það geðveikur. Besti slúðupakki sem ég heyrt. Ég gæti endað slúðupakkan að segja frá því að George Clooney að leika sér á Lake Como í Ítalíu með 32 ára gamalli kærustunni sinni. Sá veistu það. Það er ekki annað hægt en að öfunda svona menn. Maður sér hérna myndir á honum á snekkjunni og... Er mynd á honum á snekkjunni? Já, hann er bara eitthvað að fíblast hérna félaginn, hann er svona að leika sér aðeins. Ef þú er drullaðir út til Bandaríkjanna að læra leiklist og svona, þá eru kannski frægur í Hollywood í dag, ættir heima í Marmarahöll og væri stattur á einhverju snekkjöngsta. Í staðinn að tala hérna í mikrofón á FM 95 blöpa með PJ á mótið þér og TG á leiðinni. Og geta ekki kvarta. Getur ekki, og þú varst að kvarta. Nei, ég er bara að segja í öfundan. Já. Ég var ekki að kvarta samt. Nei. Það er alltaf... Ég er bara eitthvað, ég er alveg bara, slaka á, Pétur. Já, hvað er í gangi hér? Ég veit ekki, ég held ég sé ekki búinn að fá það svo lengi, eitthvað. Það er eitthvað í gangi, þetta var hins vegar slúðurpakki dagsins, hann er oft verið þéttari, en við ætlum að fá hér... Nei, hann var frábær. Já, hann var frábær, segir Pétur, við ætlum að fá hér eitt lag og svo er það Tryggvi Guðmundsson sem hefur nú eitthvað verið á milli tannanna fólki og herðu, svona í lokinu á slúðurpakkanum, ef að þið sem eru að fylgja mér inn á Twitter, ég hvet ykkur til að fara inn á Twitter síðuna minn núna því að ég var að posta mynd af Pétri Jónar sem kynlífsdúkku. Virkilega skemmtilegt, hann svona sýndi með svipinn sem hann væri með ef hann væri kynlífsdúkka. Fáum hér Justin Bieber, svo er það Tryggvi Guðmunds Alltaf með opinn kjafti. og Tón. Já, kynlífsdúkkur, það er alltaf með opinn kjafti. Alltaf með opinn kjafti. Hvernig veistu? Ég á eina. Mættir til okkar Tryggvi Guðmundsson, verður velkomin í stúdíóið. Takk fyrir. Hvernig hefur það? Ég er hress og gott maður. Eða ekki? Jú. Það er þú nú búinn að vera eitthvað milli tannanna fólki? Ég er búinn að vera það svolítið í ári eiginlega bara. Já. Það er alltaf eitthvað maður. Það eitthvað vesen? Já. Já. Við ætlum nú að ræða við Ekki bara vesen, líka gleði og svona. Já, bætti markametið. Alltaf gerast. Já. Er það eina markið þessu sísónu núna? Já, ég er náttúrulega bara búinn að spila 6 leiki, sko. Já, byrja náttúrulega meittur. Eða 5 leiki. Já, 6 leiki. Ég byrjaði með blóðtappa maður. Alveg rétt. Hvar? Í raskatinu? Í kálvan. Í kálvan? Já, en leipti upp í raskat. En hvernig virkar það, blóðtappi í kálva? Finnurðu fyrir honum það? Já, ég fann fyrir honum. Og þess vegna... Hvað heldur hann að giska á það bara? Ég bara, heyrðu, ég held ég sé með blóðtappa. Já, nei, ég meina, þú veist, er þetta sásauki? Já, þetta var sásauki og þess vegna fór ég að láta að tjekka á mér, þá kom ég ljós blóðtappi og þá mátti ekki gera neitt. Mátti ekki gera neitt í 3 mánuði. Já, en það er hérna fyrir fólk sem er að hlusta, nú er Pétur Jóhann Sigfússon snóðar, það eru 3 sköllótti mennirni inni í stúdíónu. Já, það eru stór fréttir. Já, það er reyndar Pétur, þú getur látið þitt vaksa. Já. Þannig að þú ert, það er ekki að kalla það sköllótt, þú ert til að snóðaður. Já, en mér langar að vera eins og þið. Já. Það sem ég gerði þér. Við getum að láta þið vaksa aftan, það er bara ógeðslega ljótt. Já, það er viðbjöður. Takk Ómar Ragnarsson á þetta. Það væri töff. Þarna í kraga. Það væri ógeðslega töff. Ég myndi gera það. En Tryggvi, hvað hérna, nú ætla ég að spyrja það bara svona beint út, spilar ekkert meira þessu árið? Ég er nú svona séð á netmiðlum, fótbolti.net og 433 og öðrum svona síðum. Já. Hvað er að gerast? Veistu það kannski ekki sjálfur, eða? Ég hérna bara... Nei. Kemur í ljós? Kemur í ljós bara. Ég er bara að æfa og... Já, með IPVF? Já, reyndar þegar ég er í bænum þá æfi með öðrum liðum. Það var samkomulag hjá mér og hefur verið í 3 ár, alveg saman þótt að þetta hafi komið upp á þjóðatíðinni. Þá hef ég alltaf verið með það að ég er með að æfa með öðrum í bænum og ég er að fara æfingu með Haugum á eftir klukkan 4:45 og það er frýtt inn. Það er frýtt inn? Já. Allar ekki á landsleikin? Jú, hann er bara í kjölfarið. Já, strax eftir. Já. Hvernig líst þér á íslenska? Svona er það að byttu, áður við förum í landslið, þá þjóðum aðeins að klára hérna. Þú veist ekki hvort þú spilir meira eða ekki? Nei, en ég vona það besta. Það er ekki búið að reka þig frá IPVF? Nei. Nei, en það verður ekki endur, er samningurinn að renna út? Samningurinn er að renna út og það var alveg ljóst bara í byrjun tímabils að þetta yrði mitt síðasta sísón. Það hefur ekkert breyst þrátt fyrir þetta, sko. Það var alveg ljóst að við myndum ekkert halda áfram. Hvað hérna, þú skellir á þjóðhátíð? Hitti þig. Hitti mig? Já. Og eftir það bara allt niður á hitt. Það er bara, leiðu þú hitti mig og fara ekki að spila? Nei. Nei, ok, en hvað hérna? Þannig að þetta er þér að kenna? Nei, ég er að kenna, trúðu mig að svo var ekki. Nú? Það get ég lofa þér. En ég meina, er þetta ekki líka, sko, ok, nú ætla ég að, þið verið að hafa á bakveðinu og ég er ekkert alveg að horfa á fótbolta á hvernig með þessu degi, sko. Nei, gæinn sem er að þjálfa IPVF, er það ekki skrækrataði gæinn sem var alltaf hérna í... Maggi Gylfa? Maggi Gylfa. Já, það með það! Með röddina. Já. Hann er hérna oft kallaður lúðurinn. Já, það læti honum. Það læti honum. Liggur þetta ekki í honum? Er hann ekki... Kennið þú Magga þetta, Tryggvi? Er hann ekki svona skaphundur sem að þarf aðeins að slaka á?
Nú er best að þegja bara. Já, ok. skulum ekki bara Hann koma er fyrirverandi nágranni minn, sko. Já, ok, það nú er heilt í Í honum. Klukkuberginu í Hafnarfirði, hérna. Heist í honum bæði á daginn og á nótinu? Já, það bara, þú veist, maður heyrði í honum bara ef hann var á leiðinni heim til sín og var staddur bara einhvers staðar hjá Fjarðarkaup. Já, Vissum maður að gæði var á leiðinni. Á því hann var í símanum. Já. Hann svona aðbana tekur á þessu agabánu. Við vonum bara hérna alltaf í FM 95 blöð og fóru að spila þess meira, Tryggvi. Já, ég vona það svo sannarlega. Hvernig er mórallin í... Nei. Já, hvernig er góða mórall? Mórallin er fínt maður. Í liðinu? Já, ertu að reyna maður. Það er 2-0 á móti KR og 4-0 á móti Fylki eftir þjóðhátíð. Það er hérna allt að gerast og ég auðvitað... Það má segja að þú að þjappa liðinu svolítið saman með að taka hann auka dag á þjóðhátíð. Ég er með breytbak, þú veist það. Ég tek svona hluti bara á mig. Já, það þarf einhver að gera það. Já. Þarf einhver að stíga upp. Akkurat. Þetta er mitt hlutverk í liðinu. Það hefur verið það lengi. Já. En hvernig heldur að landsleikurinn í kvöld fari? Erum við með, hvernig líst þér á svona komandi leiki hjá íslenska landsliðinu? Erum við með gott lið núna? Já, ég hef nú sagt að látið hafa það eftir mér í einhverjum fjölumilum að við erum með rosalega flott lið sóknarlega en við erum í basli varnarlega. Já. Það kom kannski ljós þarna í Svíja og Frakkaleikunum. Við skorum og erum flottir en hérna við lekum svolítið. Já, það er vant, þetta er eiginlega svona fyrsta sinn sem að þetta er öfugt með hvernig við erum alltaf verið með góða vörn. Já, við hefum oftast bara pakkað í vörn, skilur, þegar Gauji tók við þessu, þá vorum við bara endluði varnarmenn og... 10 varnarmenn og Rikki Daða frammi. Já, og vonuðum það besta. Já. En hérna, já, nú erum við bara með svo flott mikið af ungum og efnulegum strákum og þeim miður allt sóknarmenn eða miðjumenn sem eru að koma upp, þannig að við þurfum að fara að búa til einhverja varnarmenn og ég held að Lars vita af þessu og sé að vinna í þessu. Þú ætlar að leikinn í kvöld? Ég ætla að leikinn í kvöld og ég er spenntur og við höfum oft verið að spila við Færeyja en þá höfum við oft verið með svona B og C-lið og svona. Þú lítur eiga nokkuð mörg á móti Færeyja? Já, ég hef einmitt, akkur þetta mér hefur þegar ég segi B og C-lið. Já, ég hef spilað nokkra leiki við Færeyja og sett nokkur mörkin á móti heim, já. Hvað áttu marga landslíki? Þeir eru 42. Já, ok. Og 12 mörg, þetta er bara fínt rekord, sko. Með hvað, ég var alltaf að koma að breyna sem varamæður, ég var svona gimme 5-gaurinn í hópnum. Bara alltaf að bekknum og gefa 5 og gleði. Komst þú inn á að setja hann? Kom inn á að setja hann og... Þú gafst ekki kostaður í kvöld? Nei. Lars ringdi og ég bara, ég finnst þið bara ekki verið í formi akkurat núna, ég spila lítið. Já, þeir fyrir einn á englis og þú er bara enga tími í þetta? Nei, ég hef enga tími í þetta. En aftur á móti, nú erum við með besta lið okkar. Já, ég fíla það, ég hlakka mér til að fara á leikinn. Já, svo var ég að segja allt frá síðan. Þó þetta séu Færeyjar. Þá erum við með besta lið og ég bara býst við 3 eða 4-0. Eða ég bara fer fram á 3 eða 4-0. Svo verði ég líka, ég verð reiður að það verði ekki fullu völlur hérna með Noregi 7. september, fyrsti leikurinn í riðlum. Þá eigum við að fylla völlin því að við eigum alveg ágætið séns núna. Við erum ekkert í það erfiðum riðli. Skítariðil, já, og konum með góðan þjálfara og með gott lið. Hvar eru Færeyingar á styrkleikalistanum? Eru þeir eitthvað mikið neðar en við? Ég held þessu ofar en við. Ég held að ángrísið þessu ofar en við, sko. Já, þannig að það er ekkert gefið mála að vinna hann leik. Já, þú veist. Hvernig má það samt vera að Færeyja sér frá... Ég get ekki nefnt einn leikmann. Nei, ég veit. Færeyska landsliði kemur ekkert hérna, kíkir á veg og alla stelpunar elta þá, Það veit enginn hver þetta er. Jökvan á túni kemur hann inn á vegamót og... Jökvan á túni? En ég minna, hvað ætlar það svo að segja ef þeir vinna hann að leik? Ef Ísland vinnur? Já. Hvað ætla ég að segja? Til að gera það? Hvað ætlar þú að segja? Þá er ég hræddur að vera alla skvísunar á vegamótum og eftir enn. Já, eftir færeyska landsliðinu? Já. Nei. Ef að Færeyja vinna? Ef að Færeyja hefur vinna? Já, öruglega. Varst þú ekki nummer 6? Já, alveg pottið. En við hvetjum alltaf til þess að kíkja á völlin og ég minna að 12 verður á Ölver að gera fara og hitta þar hörðustu stuðningsmenn okkar, klæða sig í bláan búning og vera með þeim strákum. Tryggvi, virkilega gaman að fá þig í heimsókn. Takk fyrir mig. Farðu varlega og vonandi farið að spila. Þú mikli meistari. Við ætlum að fá hér Þórunu Antoníu og svo er það litli kynverinn Tong og við ætlum líka að gera léleg öð, þannig ekki bara langt. SMS í 1902 smálán.is ekkert stórmál. When the mob speaks, everyone listens. Samfilm kynir Step Up Revolution. Magnaðar dansenur. Step Up Revolution. Frumsýnt 17. ágúst. Kindur hafa meira vita á fjármálum heldur en þetta lið fyrir sunnan. Þær vita að skuldir borga sig ekki. Það snýst alltaf megið fé.
Náðu betri tökum á fjármálunum með Mastercard fékorti, nýja fyrirframgreidda greiðslukortinu. Farðu skynsamlega með þitt fé. Sæktu fékort á kreditkort.is. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Það rétt hjá þér, þú ert með stilt af 95 Blö, kæri hlustandi, þetta Peter Joe Hands Second Fusion sem helsar þér á þessum drottins degi. Það náttúrulega miðvikudagur fyrir þá sem á voru að vakna. Við ætlum að vinda okkur í sturla staðreyndir hér. Það er svona að vakna. Já, einhverja nætu, kannski. Kannski var bara einhver að skriða fram úr. Já, bara, en það er samt svolítið hæpið, eða ekki? Maður vakna 4:30, ertu þá ekki að gera eitthvað skrítið? Já, samt sko, þriðjudagur í gær. Já. Það er frábær djamdagur. Já, reyndar. Já, kallinn. Og það er að gera að sofa til 4:30 daginn eftir. Sjálfsögðu, ef maður getur það, þá á maður að gera það. Já, það er hárrétt hjá þér. Það er að vinda okkur í staðreyndir hérna. Já, ekki bara staðreyndir, heldur það sturlaðar. Rétt hjá þér, Eðan Blöndal. En það heitir dagskrárliðin sturlaðar staðreyndir. Sturlaðar staðreyndir, ég ætla að gefa þér orðið. Takk fyrir það, ég ætla að byrja hér á fyrstu staðreyndinni. Og það líður yfir fólk sem haldið micturation þegar það pissar. Sturlu staðreynd. Það líður yfir fólk sem haldið micturation. Já, micturation, já. Þegar það pissar. Hvað er micturation? Það er einhver svona veiki og ef þú ert að haldið um því og ert að míga þá á það til að líða yfir þig. Það er nú leiðindi maður. Það er bálega þessan. Það er alltaf að halda í sér. Já. Ég myndi ekki drekka bjór allavega. Nei, maður myndi sleppa. Það er ekki bara svona þér. Þú mátt alveg pissa þetta. Nei, ég er með micturation. Ég pissa bara þegar ég kem heim. Ertu með hvað? Micturation. Hvað er micturation? Æ, ég nenni ekki að útskýra það maður. Það líður yfir mig þegar ég pissa. Já, það stendur hérna. Ég fór svo aðeins og googlaði þetta. Það líður ekkert alltaf yfir þig, en þú átti hætt á því, sko. Það getur gert það. Já, þannig maður er ekkert að taka sensinn á því. Nei, maður gerir þetta bara heima á sig. Þú verður bara í bíó, hérna í smára bíóna míg og svo bara þetta niður. Það er svo að næsta sturlaða staðreynd. Meðalmaður færða 7200 sinnum yfir ævina. Sturlu staðreynd. Meðalmaður færða 7200 sinnum yfir ævina. Vá, meðalmaður. Meðalmaðurinn. Já. Bara góðu mánuður hjá þér. Ég er allavega löngu komin í þessa tölu. En ég er náttúrulega ekki meðalmaður. Þú varst komin í hana þegar þú varst 13 ára. Já, það er rétt hjá þér, Eðan Blöndal. Það er uppgötta hluti. Já, rétt hjá þér. En við skulum fara í næstu sem við ekki staldra lengur við það. Nei, árið 2010 var umferðarteppa í Kína sem endist í 12 daga. Sturlu staðreynd. Umferðarteppa sem að endist í 12 daga. Spáði því, bara vera á leiðin heim og vinnur bara, herra ástu mín, ég verður ekkert komið fyrir kvöldmat, sko. Svo er það bara strax og 3 dögum setna, herra ástu mín, ég stjórna ekki trafikkinni hérna í Kína. En þá er umferðarteppa. Já, hver myndi trúa þér? Ég hefði bara skilið bílinn eftir maður. Já. Bara farið heim. Gerðu það nú regla flestir, sko. Já, og ég meina út af hverju var þessi umferðarteppa? Það veit ég ekki, það stendur ekki. Þetta er bara sturlu staðreynd, hún endist í 12 daga. Þetta er líka ömul afsökun. Þetta er svona kannski eins og sért með viðhaldinu eða eitthvað, skilurðu. Og svo er hún bara, hvað ert þú búin að vera síðustu 12 daga? Æ, og fastur í umferðarteppu. Æ, þegiðu, segðu mig bara satt. Hvar var þetta? Kína. Já, þetta verður örugglega verið bara, þú veist, eitthvað gæsapar að fara yfir með ungana sína, maður. Já, tekið 12 daga. Þú veist, geðveikt lengi, maður. Ákvað að staldra við bara á miðri hraðbraut eitthvað. Og landi Kínverðarnir bara, já, við skulum bara slaka á hérna. Einmitt. Svo er næsta sturlaða staðreynd. Gerðu þetta ekki fyrir þér. Næsta, ok, næsta, já. Já, konur bregðast bestu hrósum, bregðast bestu hrósum á varirnar þeim. Þannig að þeim líður bestur að vera að hrósa, já, frá vörunum. Fallega varir. Já, þannig að þetta er eitthvað sem maður ætti kannski að fara að taka upp, eða prófa. Já. Mér finnst það samt steikt, sko. Já. Ég veist ekki að vera svona hreinnar að... Ég hef aldrei pælt í þessu. Nei, ef við heyrim í einhverjum hvernmann eftir, við erum náttúrulega að fara að gefa mið á fitnessport-sýninguna, Expendables eða eitthvað, þá getum við spurt út í þetta. Já. Reynda þarf það að geta tekið 100 eða bekk tvisvar til að komast á sýninguna. En við gefum miða hérna eftir. Lígu því. Nei. Er það ekki grínast? Já, þeir sem gera það fyrir utan bíó fá fría miða, en við erum að fara að gefa 20 miða. Svo er það næsta sturla staðreynd. Óhamingjusamt fólk horfir meira á sjónvarp heldur en þeir sem eru hamingjusamir. Sturlu staðreynd. Já, ég horf mikið á sjónvarp og ég er happy camper, sko. Happy camper. Ég er happy camper, sko. Ég er sjónvarpsfíkil, sko. Já, en þú ert ekki camper. En ég er happy. Já, þú ert bara glaður, þú verður lítið í tjaldútilúr. Það reyndar. Næsta. Svo konur gráta á bilinu 40 til 60 sinnum á ári en karlmenn 6 sinnum. Sturlu staðreynd. Það er ágætis munur þarna, en grætur þú 6 sinnum á ári, Pétur? Já, ég myndi segja, jafnvel oftar, sko. Já, hvenær fórst að gráta síðast? Það er bara ekkert svo langt síðan. Nei? Bara
Það var bara þar síðustu viku. Glæsilegt. Yfir Ólympíuleikum. Okay. Svo það hérna, þú sérð alltaf nefið á þér, en heilinn kýs að hunsa það. Þannig að það heilinn sko málið að þú sérð alltaf nefið. Ég að horfa á nefið á mig núna sko. Já, því þú leikar það, en þú sérð það alltaf, eins og núna þú horfa á mig, þá sérðu nefið á þér, en heilinn hunsa það. Sturlu starinn sem ég hefði mjög gaman á. Býtu, ég nefið á þér? Nei, þér. Þú ert að horfa á nefið á þér núna, en bara heilinn á þér að hunsa það. Nei, heilinn á mér að hunsa nefið á þér. Já, heilinn á mér að hunsa þig. Heilinn á mér? Hunsa þig? Ég veit var þetta gott comeback. Þetta var KO. Já, glæsileg. KO! Svo það næsta, það eru bara 2 eftir. Nei, býtum maður, stöldur maður. Já, ok. Nei, stöldrum við. Okkur leikur ekkert á hérna, Pétur. Jó, þetta var bara, þú veist, það var góð staðarind. Já. Hún var sturluð, hún var góð. Já. Það er mín uppáhalds. Lestu þessa, fyrst það eru 2 eftir, lestu bara svona hægt og... Já. Daniel Radcliffe fekk 80 sinnum meira borgað fyrir síðustu Harry Potter myndina en þá fyrstu. 80 sinnum meira borgað fyrir síðustu en fyrstu myndina. Daniel Radcliffe er sem staðaleikari. Já, það er Harry Potter sjálfur og er var ríkasti úlingur heims á tíma. Vá, maður. Hann er ekkert úlingur lengur. Nei, hann er það nú reyndar ekki lengur, en? Emma Watson sem leikur með honum í Harry Potter, stelpulega Hermanica, hvað sem hún heitir í þessu myndum, ég hef nú ekki séð þetta. Hún er á landinu. Hún er stödd á landinu. Hún var bara að jamma í gær á English pub, las ég ekstar. Á þriðjudegi? Já. Ákvæmlega, þannig að hún var mjög líklega að skríða fram úr það. Nú kannski að hlusta. Emma Watson, if you're listening, Harry Potter, congratulations with those movies. Yeah, me too. Peter Johan, saying congratulations on the movies and welcome to Iceland. Great. Have a great time here, Emma Watson. Yeah, have a good time in Iceland. Yeah. Yes. Groovy. Svo er það síðasta sturla starrindin, the last insane fact fyrir Emmu og það er fólk sem að verður fyrir eldingu á til að fá hárið aftur eða sköllótt og þetta var eitthvað sem að ég er farin núna út. Ég ætla elta eldingar. Ég ætla bara að fara einhvers staðar svona tropical eitthvað og bara hlaupa eftir eldingu. Gerum það. Já. Spáði það. Gerum bara seríu. Gerum bara sjónvarpsþáttaseríu sem fjallar að láta blöð fá hárið aftur. Koma bara inn til Íslands bara, herri, hvað kom fyrir þig? Varstu einhverjari hárigræslu? Nei, var fyrir eldingu. Já, og bara alveg kaflóðin aftur. Já. En hugsa þér, ég minna, þú veist, við erum með, þú veist, sjónvarpsseríur eins og bara, þú veist, Hamborgarafabrika Simma og Jóa. Já. Af hverju ekki bara, þú veist, Auðun Blöndal var hárið aftur? Förum bara on a mission, heiminn. Að leita að lækningum Leita að lækningum, fá eldingar í blöð. Láta þið liggja einhver staðar í Austur-Asíu maður og bíða bara eftir eldingu og kamera á þér og... Svo er líka að tala um að kúahland virki, ég veist að með hausinn í það eitthvað svona. Já, þetta er fínasta hugmynd þér. Þetta geti orðið bara 40 þáttar sería. Glæsilegt. Spannar bara 4 vetur, bara djöðlar ég til að vera með í þessu. Það var spennandi, en þetta voru sturla staðreyndir, varstu ánægð með þér, Bísi? Ég var ógeðslega ánægð með þér, sérstaklega þessar síðustu. Já, og góð. Ég ætla að fara og kynna, ég ætla að vera með kynningu fyrir dagskrárstjóra Stöðvar 2. Já, Auðun fær hárið aftur, ný sería. En það styttist hér í með grínröddu, ekki missa því en fáum fyrst upp á slæmið. What that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. So hard, motherfuckers wanna find me. So hard, motherfuckers wanna find me. Við erum ekkert að fara að opna síman eða? Nei, það erum við ekki að fara að gera núna, við erum eins og að fara að nota síman. Við erum að fara að nota síman, þess vegna voru mistök hjá mér að tala um síman. Já, ég læt bara að loka hérna eitt í línu, við erum ekki lengi að því. Já, þú ert ekki lengi að því, blöð. En það er komið að ati með grínröddu. At með grínröddu, það er algjört líkilatriði Auðun Blöndal. Já. Þegar við gerum þetta, að það sé algjörlega augljóst að þú set með grínrödd. Já, þetta á að vera bara það óþægilegt og kjánalegt, það er bara djók. Já. Halló! Já. Eitthvað svona. Eitthvað svona viðbjöður. Jæja, hvað segir þú okkur í dag? Eitthvað svona. Já, og þar sem að þú ert nú masterinn í þessu, þá ætla ég að byrja þetta drast. Ég vill ekki vera eftir þér. Akkur ekki? Því ég ætla að byrja. Láta þig enda. Já, það er alltaf svona uppbytun fyrir aðalandrið, sko. Ég er að spara hringi Saumastofu Íslands, það er nú engin smá titill á Saumastofu þar. Svakalegu titill, mér líst vel á það. Ég veit bara ekkert hvað rödd ég ætla að taka. Ég held ég finna það bara í hringi. En hvað átt enga svona... Svona skær? Það er reynið að vera skær.
Ég veit það ekki, ég er bara svona að reyna að koma með hugmynd eitthvað. Ok. En hvað, á ég bara að panta eitthvað eða? Já, Sjónvarpsstofan. Já, halló. Halló. Hei. Hver er þetta? Kristján heiti ég. Kristján heitir þú? Já, með kjóla með hjálpum. Heyrðu. Já. Hver er þetta? Kitti Balta hérna. Ég tók minn filmurinn. Heyrðu. Hvernig er það? Ég þarf á kjólinn. Jæja, það var ekki gott. Nei, hver er þetta? Kitti Balta. Þetta Halló? Já, halló. Halló? Já, með kjóla með hjálpum. Hvað er það? Ég hef með kjólinn. Já, nú, byrju nú, þú voru að endur taka einu svona. Það er villisnúmer. Ég get þetta. Hvað er að þér? Ég er með svona óþægilegt að segja hvað ég sveittur. Þú verður alltaf að hlæja. Nei, ég er að hlæja. Ég er að hlæja þér að þetta var svo lélegt og þú hérna skellir hlæjandi. Mér finnst þetta æðislegt. Mér finnst æðislegt. Já, góð. Ég svitna bara, sérðu. Já, ég veit að ég sé það. En nú er komið að Pétri. Já, ég meina ég er bara að fara að gera þetta nákvæmlega eins. Já, ætlar að setja þetta í vinnin. Já, góðan daginn. Jæja, hvað segir þú gott í dag? Þetta er Elínborg, kjólar og fatabyrningar. Viltu þennan? Ég elska hann, já. Halló. Hæ, heyrðu augnablik. Já, allt í lagi. Hæ. Jæja, góðan og blessaðan daginn. Augnablik. Já. Halló. Allt í Halló. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hver er þetta? Það var að við buxur sem voru í breytingu. Já. Ég var að afgreiða, sko ég. Það var að við buxur sem voru í breytingu. Hér. Breytingu á buxur sem var ég á góða með til í gær. Já, býttu. Já, þetta voru svona terlínbuxur. Og ég er svona ljósbrúna terlínbuxur. Já, sem að býttu við ætlar að aðtöku hvort að... Já, það var fyrir mig. Já, jú. Viltu ekki bara koma? Er það tilbúið? Býttu nú við ljósbrúnar terlínbuxur. Ljósbrúna terlínbuxur sem ég kom með þetta í gær. Gær? Já, þetta var þetta í gær. Hver er þetta? Skúli, hvað er það með buxur í gær? Heyrðu ekki, það var enginn sem kom með terlínbuxur í gær. Það var þetta í gær á númer. Já, það hlýtur bara að vera. Fyrirgefðu. Það er að hringja. Fyrirgefðu, ég ætlaði að hringja Silfurstofuna. Já. Nei, við erum að grilli. Fyrirgefðu. Það er smá aðinn í gangi. Já, ok. Það var mjög fyndið, ég vissi að hún var einhver að stríða mér. Já, þetta var bara smá fíblaskapur okkur strákanum hérna. Þetta var rík. Þetta var æðislegt. Það var rík. Hann er gæðvikt um Þetta er svo erfitt að tala svona. Hún var að leita buxunum, maður. Að leita pöntunni. Þetta voru lélega, sko málið að þitt at var ekkert lélegt. Þetta átti að vera greinilegt at, en hún náður henni. Já, sem gerir þetta fallegra. Nei, þú gerðir það líka. Hún var hlæjandi kona, byrjaði strax að hlæja. Þú veist, það er aðið, skilur, og þetta, þið grínur þetta, já, góð, og eitthvað svona bull. Það var aðeinslegt, fáum eitthvað hræsandi lag. Chili Peppers með By The Way. Styttist í besta vinn minn Tong. Lilli Asíubúinn okkar er hér rétt handa við hornið. En það sem við ætlum að gera hins vegar fyrst er að, eins og alltaf á miðvikudum, þá förum við í karaoke við félagarnir. Já, það er gríðarlega mikilvægt að fara í karaoke. Já, við ætlum að gera það þetta eftir Tong, en það sem við þurfum að gera fyrst er að fá fólk til að hringja í 511-0957 og segja okkur hvaða lög við eigum að syngja. Síðustu svona 5-7 skipti þá er það að hafa það verið hlustendur sem hafa valið lögin ofan í okkur og þegar bara staðið sér vel. Já, þetta hafa verið góð lög. Við vorum á rólegunótunum hérna síðast.
Já, voða kósí hjá okkur. Tókum ballur. Já, þannig að nú erum að gera að ringja 511 og 957 var eitthvað lag sem að þú vilt heyra okkur syngja og já, ég ætla að opna hérna fyrir síman FM 95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag, hvað væri þú til að heyra í karaokeinu? Ég ætla nú að koma upp og stóka hvert þið myndi hringja með Tom. Ég veit nú ekki hvaða lag það er. Ok, hann heitir Tong. Tong? Já. Heyrðu, það er mál með vexti að ég er að vinna hjá Íslensku flugfélagi og ég er að hringja á hótel í Peking daginn. Ok. Og beðja ground transportation eða skuttlu fyrir áhöfn hjá okkur út á flugvöll. Já. Og þetta myndi mig svo mikið á Tong að ég þurfti tvissunum að skella á þetta, ég bara réð ekki við mig. Þú ert eiginlega að senda mig bara nafnið á hótelinu og það er alltaf á auti@fm.is. Má geti farið betur í það, en ég get lofaði því að það er virkilega góður Tong hérna eftir. Hann er brjálaður af því að pizzan hans er ekki komið frá Castello og Dominos, þannig að það er mjög skemmtilegt. En þú ert ekki með neitt lag í karaokeinu? Nei, byrju, bróður minni, hvað segir þið? Staying Alive. Staying Alive, setja hérna á blað. Staying Alive, já. Það hljóma vel. Herru, takk fyrir að ringja. Ok, bye. Staying Alive er komið hérna á blað, við erum að leita að karaokeilum. Hvað var þú til að heyra? Hæ. Too Late með Þórunn Antoníu. Too Late, já það er ekki hægt að vera íslensk lög, maður. Nei, það er ekki hægt, maður. Því miður. Ok, það var alveg svona. Já, ok, þannig að það er bara þetta lag hjá þér. Já. Það er ein spurning. Já. Finnst þið gaman ef einhver rósar vörunum að þér? Já, góð spurning. Það er ekkert spes. Nei, samkvæmt sturgluðu staðrendum og þá bregðast konu best við því hrósi. Já, ef einhver myndi segja svona vákváð með fallegar varir, finnst þér það ekkert eitthvað gaman? Ekkert spes, sko. Nei. Ertu kannski ekkert með fallega varir? Ekkert eitthvað sérstaklega. Nei. Jú, örugglega. Herðu, hérna, takk fyrir að ringja. Já, bye. Takk. Hún er ekki sammála á þessu. En höldum áfram að velja karaoke-lög. Hvað verður þú til að heyra í karaoke-un eftir? Spice Girls. Spice Girls? Hvaða lag? Wannabe. Það er góð hugmynd. Tell me what I want, what you want. Það er honum með fínasta comeback í vikunni. Ekki öll þessi lög. Herru, við skoðum það. Takk. Takk fyrir að ringja. Takk sem leiðis, já, takk. Það er 511-0957 ef þú ert með góða hugmynd að karaoke-lagi fyrir okkur Pétur. Já. Hvað verður þú til að heyra? Já, góð daginn, en mér langar til að heyra The Mirror of the World, Mary of the Jet, From My Favorite, Mirror, Bruno Mars og Lil Wayne. Já. Komum þarna í lokin hér. Þú getur nú bara tekið þátt í karaoke-keppni. Já, ég get kannski gert sætið þig. Já, heldur betur. Já, Pétur, það er kannski rosalega snitt fyrir þegar þú myndir syngja eins og í karaoke-keppni. Þið myndir kannski syngja eins og hann kom, eða kannski Safinettarkunnur. Safinettarkunnur. Ertu búin að vera að éta mikið sykur í dag? Hæ? Ertu búin að éta mikið sykur í dag? Nei, ekki mikið, sérstaklega, sko, ég er ekki búin að éta neitt svona nammigúmmi eitthvað svona. Nammigúmmi, nei. Nei, það er að gera að sleppa því. En það er bara miðvikudagur, það er ekki nammidagur, en við skoðum Mirror. Já, það er bara enda bara nammidagur og laugardagum. Já, það er hárrétt hjá þér. Kannski mæti ég á landsleikinn, Ísland, Færeyjar. Já, kannski sé ég þar, ég ætla að kíkja á leiki líka. Já, reyna að finna einhvers vegar það þetta. Ok, takk fyrir að ringja. Já, ok, bye. Bye. Hann vildi heyra Mirror með Bruno Mars og félögum. Hvað verður þú til að heyra, kæri hlustandi? Blessaður og sæll. Blessaður. Kjell. Hvað segir Kjell? Þið eru að fara að koma með svona brilljant bíó með það. Er málið ekki Eye of the Tiger eða? Já, herðu, þetta er þetta góð. Þetta er vel gert þér. Eye of the Tiger, maður. Já, því að við erum að fara að gefa miða hérna eftir á fitness-sýninguna á Sylvester Stallone-myndin Expendables. Herðu, þetta er góður punktur. Takk fyrir þetta. Ok, við erum konið með 4 lög, tökum svona 2 í viðbót. Hvað verður þú til að heyra í karaokeinu? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þetta minn? Herðu, ég er góður en þú? Alltaf fína. Er það ekki? Jú. Ekki. Hvað er því? Herru, það er bara allt gott, maður. Og er Pétur hérna? Já, Pétur Jóhann hérna meginn. Æja, Pétur minn, hvað segir hann? Jú, bara allt indislegt en þú. Alltaf fína. Hvað er verið að vesennast? Herri, ég bara var að koma heim, ég ætla að sjóða gellur og ég er að sjóða kartöflur, ég er að fá mig gellur í kvöld. Já, hérna hér, og varst að hugsa að bjóða Auðunni Blöndal að koma og borða með þér? Já, ég var að hugsa það, nefnir. Ég líst vel á það, maður. Já. Ég borða bara gellur helgar. Nei, ég segja svona, Hvað verður til að heyra í karaokeinu? Herðu, ég verður til að prófa að syngja lagi hérna
Staying Alive með BGs. Já, herru, það er búið að byggja það með þess að þannig að það stefnir bara í að það verði tekið. Já. Herru, má ég spyrja einu áður en við sleppu þér? Já. Finnst þér gaman þegar það er hrósa vörunum maður? Hrósa? Ef einhver myndir hrósa og segja að væri með fallega varir, já. Myndi þið finnast það skemmtilegt hrós? Já, mér finnst það mjög skemmtilegt. Já, þannig að því við vorum að lesa Sturla staðreyndir á hann og þar var sagt að konur bregðast best við því hrósið þegar það er verið að hrósa þeim vörun. Já, ok. Þannig að þú ert sammála því? Já, ég er sammála, ég myndi fá, við erum mjög ánægðir við eitthvað hrósa með ég ætti fallega varir, svo að... Já, ok. En herru, gangið vel með gælurnar í kvöld og bara takk kærlega fyrir að ringja. Já, allt í lagi. Okidoki. Takk. Herru, tökum tói viðbót FM 9 fyrir blökk og vilt þú heyra í karaokeinu? Já, blessaðir. Blessaður. Ég held að þið hafi verið að miskilja þetta eitthvað með varirnar. Það hafi verið að tala hina varirnar. Hvaða varir? Niðri. Já. Nú, eitt ónokall. Er verið að tala um barmana? Ég held það sko. Já, getur verið. Það er náttúrulega, já, getur verið flottar. En það taka bara Love Me Tender. Love Me Tender. Love Me Tender. Við setjum þetta blað, það var eitthvað með Elvis. Þetta er góð hugmynd. Við skoðum það, takk fyrir að ringja. Takk. Ok. Herru, þá er það síðasti, þetta er síðasta lagið, hvað verður þú til að heyra í karaokeinu? Herru, ég var til að heyra Strangið með Kelly Clarkson. Já, herru, það er nú ákveðin sögmynd. Kelly Clarkson, stóri sögmynd líka. Já. Herru, ertu ekki ferskur annars? Jú, ég er mjög ferskur sko. Fyndist þér gaman ef einhver móti hrósa vörunum á þér? Já, ég myndi kissa hann takk sko. Er það ekki? Það er ekki. Þú ert með svona kissilegar varir? Já, allan daginn. Allan daginn. Við erum bara að prófa þetta, Pétur, að hrósa vörunum á kvenfólki. Já, við þurfum að gera það. Herru, takk fyrir að ringja, við skoðum Stronger. Já. Glæsilegt, herru, við maður myndi fara eftir því sem að hinn sagði á undan. Þú veist að það sé verið að tala um varirnar að neðan. Já, það er það ekki skrítið að vera eitthvað svona hrósa því mikið svakalegt með fallega varir þarna maður? Hvað mennur þú? Þú er ekki eins og séð þar. Já, nákvæmlega. En svo ertu kannski komin á þann stað að það er sjást. Já, þá er líka ennþá skrítnar að fara eitthvað að segja varir. Það er ekkert að hrósa því, Pétur, þú veist það sjálfur. Nei, nákvæmlega. Förum mér í örstuð skilabóð og... Ég væri búin að missa bara af einhverju. Svo er það vinur okkar Tong hér strax eftir auglýsingar. FM 95 blö á FM 95. Flying right away, but I came back with a story to say. Hér á FM 957. Já, þægilegt eru svona blöndum þessu saman. Það er mjög þægilegt. Já. Taka pressuna af hver öðrum. Ég fíla það. Ég er hérna með glænýtt atriði. Nú, hvað er það? þetta. Já, þetta er gott. Getur hvað þetta er? Býta aðeins. Sláttu vel eða eitthvað, orð eða eitthvað, ég veit það ekki. Ég veit það ekki, Pétur. Þetta er svona gammal bíll og útvarpið er ekki jartengt. Skemmtilegt, herðu. Komið tími hér á... Það heyrist ná. Já, einmitt. Það er komið á dagskráralið sem að er í miklu uppáldi á mér og... Stemmari hér hjá okkur. Hann er minn uppáld. Hann heitir Tong. Tong. Já, litli vinnu minn. Já. Og já, hann svona kemur ekkert óvart að Tong komið frá Asíu, ekki það við séum með einhverjar stereotypir innan. Já, hann er frá Asíu einhvern þar. Já, og það sem við ætlum að láta Tong gera í dag, Pétur, er að ringja á pizzustað. Já. Við ætlum að byrja bara hérna, við ætlum að reyna þetta á Íslandi fyrst. Já. Og hann er búinn að bíða eftir pizza í 50 mínútur. Já. Og er hann illa, eða bara klukkutíma, og er hann illa þreyttur á pizzan að sé ekki komin. Ok. En sko, þeir byrja på þetta númerið þitt og segðu það bara hérna, veist, bara 5, 6, 7, 7805 eða eitthvað, segðu bara ringjur einhver öðru, bara einhver og segðu bara einhver númer og það ringja það, það er ekkert endilega að koma upp Tong, skilju. Ok, ready? Lístu vel á þetta. Já, byrjum bara á Dominos, það er klassíst. Yes, I've been waiting for pizza a long time. Ok, hérna, þetta er Dominos. Dominos pizza, get ég aðstöða þig? Yes, I ordered pizza. I was waiting for it. Sorry, what telephone number did you order from? I'm waiting for 1 hour for pizza. I've been waiting now 1 hour and it's no good. I ordered 4 pizzas. 4 pizzas? Yes. There's no order on this. What? I ordered 1 hour ago with pepperoni. Sorry? I called you. I ordered pizza from you.
Yeah, did you call from the number you're calling from? No, I don't know. I don't understand. What do you talk about? The number you're calling from? No, I called your number. My number? I'm not talking about my number. I'm talking about your telephone number. Yes, I called the Domino's. Yeah? Yes. What telephone number did you order from? I ordered 581235. It is a Domino's pizza, right? Yes, this is Domino's Pizza. Yes, I called you. I ordered 4 pizza with pepperoni. What is your telephone number? What do you mean? I ordered pizza. I ordered 4 pizza with pepperoni 1 hour ago. You told me you would send it to my home in Reca Grande. Reca Grande? Yes. Okay. Why is it not here? Everybody waiting. No, there's no order on this telephone number. So I get pizza free? There is no order on this telephone number. Yes, I ordered. I called you. I ordered pizza from you. Are you telling me I'm a liar? No, there's no order on this telephone What are you saying to me now? I'm saying you, there's no order on this telephone number. That's not Reca Grande. No, I live in Reca Grande. Do you live? Are you there now? Yes, I thought, why are you talking about, I ordered 4 pizza with pepperoni, and you told me you would send it to Reca Grande. There's no order on this telephone number. Can I speak to supervisor? I'm supervisor. And what is your name? My name? Yes. You took an order from me. No. Yes, I spoke to you. No. I told you 4 pizza with pepperoni. 4 big pizzas. No. Don't you remember anything? You didn't talk to me. Yes, I did. No. You calling me a liar now? I haven't talked to you today. I have not taken order. Let me speak to another person. Another person? Well, this is no good. I will take business elsewhere to another pizza company. This is unacceptable. You make fun of me? No, I'm not making fun of you. This is unacceptable. I will take pizza. I will buy pizza from another company now. I'm not making fun of you. Yes, you are. No. Calling me a liar, making fun of me. I'm not calling you a liar. Yes, you did. No order here. You are telling me now I did not do it. There's no order here. Yes, what are you saying? You are saying I'm lying to you. All my children here, waiting for pizza. 6 angry children, you are telling me I'm a liar. No good. Thank you very much for nothing. Hvað er að þér maður? Hvað er að þér? Hann er bantað bara börnin brjálu. Já, ég veit ekki. Ég er með að fara að líða óþægilega. Nei, Tong, veistu það, Pétur. Tong er aðeins. Það er no good. Já, hann er að panta pítsu börnin brjáluð. Já. Það var aðeinslegt. Þetta Tong dagsins, hann fekk ekki pítsuna sína Dominos. Tökum annan kannski á þetta. Já, prófum Castello, fyrst við erum í pítsustofun. Já. Sorry maður. Tong var í miklu stuði hérna án og við ætlum að reyna annan stað, annan pítsustaf. Já. Og nú erum við betur undirbúnir, af því að ef þeir sjá númerið. Það er svo mikilvægt að vera vel undirbúin. Já, það er bara númer 1, 2 og 3 útvarpi. Það er bara. Þetta er ekkert bara að segja hvað klukkan er og hvernig veðrið er úti. Já, samt. Við erum þetta með þá dagsvöli. Stór partur af þessu. Við ætlum að ringja núna á Castello og ef þeir segja bara, herru, þú ert í þessu númeri niður í Skaftahlíð, þá segir þau bara, þú að panta fyrir klukkutíma síðan og konaðin og börnin séu heima á Granda brjálu og þú sétt komin á fund. Já. Ok, segum á þessu. Ég þarf ekki að fara inn á já.is því að ég þekki öll pizzanúmer í bænum, það er bara þannig. Já, það er bara svo ógeðslega gott að fá sér pizzu við og við. Ég elska það. Þú ert komin í... Nei, sorry. Þetta er ég. Ok. Castello Cowboy, good night. Yes, hello. I ordered pizza 1 hour ago. It's not here. Where did you order? I ordered Castello pizza. Yeah, where? And how did you order? Did you call it after? No. I ordered pepperoni pizza, big one, big 4. Where did you order? Did you order through Pantamat or did you call us? Yes, I called you. No, not me. Yes, 4 pepperoni pizza. Yeah, did you order in Hafnarfjörður or in Kópavogur? Kópavogur. Not to me. I was answering here and I didn't get any order. Yes, I spoke to someone. He took an order. Wait just a second. Segðu bara, ef hann kemur aftur, segðu það, maybe ég var safnað fyrir bara hvað kjafta er í gangi, eins og það sé ekki þér að kenna og veitir ekki hvert þú ert að ringja. Hello? Yes, I ordered pizza 1 hour ago. Yeah, you didn't order at our place. I was asking the other guy who was working here, but he didn't get any order from nobody. Where? Now? Nope. Yes, I ordered 4 pizza with pepperoni. Yeah, then you can order now if you want, but we didn't get any order before. So I get a free pizza now? No. Why not? Because I was answering and nobody was ordering. I've been waiting 1 hour. Then you can wait half We're all the children here, angry children, and my mother.
Then you can be angry as much as you want, but you cannot get a pizza for free. You have to order and then we can send to you. Let me speak to supervisor right now. I am the supervisor. The owner is not here right now. I can get. Let me speak to owner now. He is not here. What kind of business are you running? I order pizza, 4 pizza with pepperoni. You tell me I sent it, no problem. But now, 1 hour later, no pizza. Nobody was ordering. You don't have to scream because you are not hearing me or something like this. Yes, I know. I ordered you pizza. You don't have to scream, okay? You are telling me I'm a liar. I'm not telling you you're a liar, but you didn't order in our place. You're wrong. I will take business elsewhere. Then to another pizza company. Yeah, you can do that. Yes, I will. Yeah, okay. You don't bother my business. Yeah, okay. I have loads of money. Yeah, I can pay. But I tell you one thing. If I get pizza free, I will keep my business with you. You don't have to order. You are not going to get a pizza free as long as I'm here, you know, because you are screaming or you are being rude. No, I'm not rude. Yeah, so you are not order here. I know what I did. I called you. I ordered 4 pizza, and I want 4 pizza and 1 for free. Yeah, you ain't going to get a pizza for free. 1 pizza free, and I will keep my business with you. You don't have to. Why not? Because you cannot have, you know, just in the way that you are screaming. It is totally unacceptable. I will never speak to you again. Yeah, okay. What kind of company are you running over there? A pizza company? This is no good. Okay. Thank you for nothing. Okay, bye. Það alveg ykkur rók. Það var alveg sultuslagur þessi maður. Þetta besti tóngin maður. Það var alveg sultuslagur þessi gæi maður. Sko við þurfum málið. Við verðum að hringja hann aftur og eftir. Það er bara þannig. Aftur og eftir? Já, það er bara svona. Þú þarft að heyra aftur þetta er besti tóngin að þessi gaur. Hann var bara að byrja að hafa rókislega reiður og var að öskra. Já. Og hann fannst þú dónalegur. Já. Og tóng. Þetta var þetta í fyrsta séri sem að tóng byrja bara að hafa sér. Já, bara strax. Já. I want the pizza 1 hour ago. En á ég að láta hann biðast afsökunar. Hello, I want to say I'm sorry. I was angry. Can I get a pizza for free now? Þau vil láta hann vera geðvikt sorry yfir þessu. Já, hann vil samt fá eina frí. That's a callback data. Yes, hello. I was calling you early. Yeah? I ordered 4 pizza. I speak to a man. Can I speak to him again? Já. Hello. Hæ. Hún þekkir þig. Þekkir hún mig? Já. Hvernig veistu? Að því heyrið á henni. Já, ég fatt þetta strax sko þannig. Þú voru að skila afsökunarbeiðni til þess. Ég panta þetta frá okkur vikulega, þannig að ég segði honum að ég á inni. Ég tek mjög oft bensina hérna. Já, sko. Já, þú ert fastakúni. Ég er í gullviðskiptum við Castello. Já, við ætlum bara að biðast afsökunar á þessu. Já, minnstum alveg. Herði, ég beðil saman. Takk. Ok, bye. Castellos. Castello. Það er komið að karaoke-keppninni hér í FM 95 Blöð. Karaoke competition. Þökkum Dodri fyrir þessa ljúfu tóna. Það voru hlustendur áðan sem að völdu lögin og sko í síðustu viku, Pissinn, það voru með svona ballöður. Já, það má segja að við séum með svona nett golden oldies núna. Já, það er rétt. Þetta eru gömul og klassísk og góðu lög. Já, það voru hlustendur sem völdu Staying Alive og Eye of the Tiger og við erum með Eye of the Tiger því að við ætlum að gefa hér og eftir miða á Fitnessport sýninguna. Fitnessport. Á Expendables 2 sem er í Laugarásbíó á morgun klukkan 6 en við ætlum eins að fara að byrja á karaokeinu og þið þekki væntanlega reglur. Við syngjum báðir í 2 mínútur, svo ringið þið hér í 511-0957 og sá sem að fær fyrst 5 atkvæði vinnur. Já, þetta er ekkert flóknar reglur. Nei, þetta er voða létt eitthvað. Og við höfum nú haft þetta yfirleitt bara þannig að já, svona núna í seinni tíð er þetta bara þú byrjar og ég á eftir. Já, og ég byrja þetta bara. Nei, mér finnst alveg, sko, ítli besta flókið, sko. Já, við hugsaum þetta svolítið svoleiðis. Já, þannig ég vil eiginlega bara klára mitt. Við erum alveg sáttu við það. Já. Þú vildir frekar taka Eye of the Tiger, þannig ég fæ Staying Alive. Þetta er bæði erfið lög, sko. Það er mjög erfið, sko. Staying Alive. Já, ég reyna að fara í eitthvað svona, eða? Já, í falsettuna. Já, ég veit það ekki. Ég ætla að prófa þetta allavega. Byrjuðu þeir bara í falsettu, bara strax. You can tell by the way I move. Já. Er það? Já, þetta er viðbjöður, sko. Ég finn minni stíl á þessu. Og, já, hér kemur mitt fram að Staying Alive. Ok. Well, you can tell by the way I use my walk.
I'm a woman's man. No time to talk. Music loud and woman warm. I've been kicked around since I was born, and now it's alright. It's okay. You may look the other way. We can try to understand the New York Times effect on man. Whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive. Staying alive. Feel the city breaking and everybody shaking, but we're staying alive. Staying alive. Staying alive, staying alive, staying alive. Woo! Oh, when you walk. No, okay. Well, no, I get. Now you get to get low and get high. If you can't either, really try. Get on wings and heaven shoes. I'm a dancing man, just can't lose, and it's alright. It's okay, I live until see another day. Það er bara datt út undirleið. Stoppaði lagið! Oj, barasta maður. Þetta er klúður, hvað er að gerast hérna? Það er bara, hvað er ekki útgóðan úti? Ég var samt í 1,5 mínúti, er þetta ekki bara komið gott hjá mér? Jú, ég meina, ég veit ekki. Já. Vistu, ég er tilbúin að gefa þér annan sjans. Nei, það er komið með þér. Þetta var 1,5. En kanntu getur ekki tekið svona grínfalsettu? Þú veist svona... You may look the other way. Já, hún nærði ekki svona... Ekki svona... Ói, þetta er ekki skemmtilegt útvarp. Gottu hérna, hérna minn og syngdu. Það kom heilan út að samtala með þessari röddu. Halló! Gottu þótt að syngja það. Lítið syngurinn. Ég var í 1,5 og svo bara stoppaði lagið. Það var ekki mér að kenna samt, sko. En lagið þitt er tilbúið og það er Eye of the Tiger, svona í tilefni af því að við erum að gefa niður Expendables og Sylvester Stallone var einmitt í Rocky. Hvenær ætlum við að gefa þessa miða á Expendables? Eftir þegar karaoke er búið. Ok. Eru tilbúin? Já. Þetta er ríkalegt. Þetta var ríkalega vel gert hjá þess. Nei, ég fylgdi engum texta, maður. Já, dasta aðeins út í textanum, maður var aðeins að stríða. Alveg, þetta fór alveg geðveikt hratt yfir, maður. Það reyna sem getur gefið mér sens í þessu, að þú varst aðeins í smá fíblaskap að það með textan. Alveg ríkalegt, sko. Þetta er undir ykkur komið, kæru hlustendur. Ok. 11.0957, fyrstur upp í 5 atkvæði og við byrjum á fyrsta hlustanda. Góðan daginn. Það er Öddi. Herðu, þarna með steina live. 1-0. Ertu alveg viss? Já. Ok, ekkert mál, ég menna, þú veist, ef þú vilt breyta þá má það. Nei, ég er alveg harða ákveðin, sko. Já. Takk hérlega fyrir það. Já, ekkert mál. Takk fyrir að ringja. Bæ. Já, það eru staðan 1-0, FM 95 blögg, hver fær þitt atkvæði? Það er Öddi. Herðu, djöfull þetta. Vá, maður, komin í 2. Ertu alveg bara, hringdur bara og varst alveg viss? Já. Herðu, takk hérlega fyrir það. Já, ekki málið. Gaman að heyra. Ok, það er 2-0 allt að gerast, FM 95 blögg, hver fær þitt atkvæði? Pétur er náttúrulega fríkalur. Já. Þannig að ég fæ þitt stík. Fríkalur er ekki hér. Já, ég fæ þitt. Fæ Pétur atkvæði? Já, hvað Herru, takk hérlega. Ok, staðan er orðin 2-1 allt að gerast, FM 95 blögg, hver fær þitt atkvæði? Sko, sjálf söngvari. Já. Þú ert söngvari, lærður söngvari? Nei. Nó, en allavega, þú syngur. Já, ég síðan á Facebook. Já. Sko, þið voru hölmurlegir. Báðir? Það er ekkert annað? Já, báðir, það fyrir ég. Ok. Það er svo Pétur var miklu betur því að hann er með léttari. Þú Öddi var með miklu erfiðara, sko. Öddi var með erfiðara lag, mennur? Já. Og hver fær það þitt atkvæði? Já, ég er eiginlega sammála því. En ég er náttúrulega langbæsti söngarinn aðgrið í heiminum, sko. Einmitt nákvæmlega, en hver fær atkvæði? Það er Pétur. Pétur. Já, ég er komið 2. Takk og halda áfram að syngja. Takk fyrir þetta, mann. Pétur. Já. Sko, þú ert kallaði PJ Fusion. Já. Og ég heiti Árni Vig Fusion. Nei. Alveg eins og bröðurinn. Ég vil rjánaða með þig. Glæsilegt. Árni Vig Fusion. Takk fyrir stíði, menn. Já. Ok, staðan er 2-2, hver fær þitt atkvæði? Öddi, já. 3-2. Já, hann búinn að jafna mig, maður. Í dagins, er hann farinn? Nei. Halló? Hæ. Ná, þetta er ekki þetta steppa. Já, þetta er bara, hver er svona hugsunin á baku þetta stig til Ödda? Hann var mist bara... Hann var bara betri. Það er ekkert flókið. Takk æðislega fyrir það og takk fyrir að ringja. Já, takk æðið fyrir. Staðan er 3-2, það er allt í játnum hérna. Allt í játnum, við varum að taka pásu og... Hver var þitt atkvæði? Pétur. Yes! Af hverju? Frábærlega sungið þær. Já, ég veit það, maður! Hennu, 3-3. Takk fyrir atkvæðið.
Takk fyrir, staðan 3-3, það alltaf að gerast FM 95 Blöð. Hver fær þitt atkvæði? Öddi. Halló? Hann sagði Öddi. Nei, ég ekki viss. Mér fannst samt eins og hann hefði sagt Öddi. FM 95 Blöð, hver fær þitt atkvæði? Hvað að gerast þetta? FM 95 Blöð? Eitthvað tækni. Hver fær þitt atkvæði? Klárlega Pétur. Klárlega Pétur. Hún var ekki í neinum efasemdum með þetta. Ekki leið. Af hverju? Ég bara... Þú varst bara snillingur, þú varst alveg með þetta. En lagið, þú veist, ég rugglast á texta, þér var alveg sama. Það er mér alveg sama. Eye of the Tiger, maður. Eye of the Tiger. Gott lag. Þetta er rándýrt lag, maður. Rándýrt lag. Herru, takk fyrir að ringja. Takk fyrir atkvæði. Ok, herru, þú ert alltaf komin yfir og getur tryggt sigur. Ég er búin að leiða alltaf keppnina. FM 95 Blöð, hver fær þitt atkvæði? Öddi klárlega. Hanna, þekki ég þig. Það er svo litlu. Hún sagði líka klárlega, ég ránaði með það. Hún var ekki í neinu. Harða ákveðin. Vafa. Staðan 4-4, það er úrslit atkvæði. Herru, takk hjálpa að ringja. Býtu, halló. Hún er farin. Já, samt. Herru, það er 4-4. 4-4, úrslit atkvæði hér í karaoke-keppni FM 95 Blöð. Það hvílir... Þú er skott á að velja rétta línu, Blöð. Gríðarlega ábyrgð á þér. Hver fær þitt atkvæði? Það er klárlega Öddi. Já! Laglegt! Ég vinn ekki það marga karaoke-keppni. Hvað segirðu? Herru, hvað heitir þú? Lena. Lena? Já. Herru, takk æðislega fyrir þetta atkvæði og takk fyrir að hringja. Já, lítið. Bjarga fyrir mér þessum miðvikudegi. Þetta var frábært. Það var frábærlega. Þú ert búin að bjarga þessum miðvikudegi. Hver er upp á tónlistarmaðurinn? Það er margir. Justin Bieber. Ertu Bieber-fan? Nei. Hanskot. Jón Jónsson. Johnny's in the Johnny's. Ég hendi Jan Jansen fyrir það eftir. Ok, takk. Takk fyrir þetta. Herru, við tökum alltaf eitt svona til að tjekka. Já, hvað hefði gerst? Hvað hefði gerst? Hvernig hefði þú kosið? Pétur. Já, nákvæmlega. Það er rétt að línu. Herru, ég lít á mig sem þetta jafntefli. Nei, það er ekki það. Það er ekkert annað en jafntefli. Þetta er bara jafntefli. Herru, ert þú Justin Bieber aðdáandi? Nei. Nei, af því þú sagði Pétur? Nei. Ótti að setja þetta á. Óíkur, leiðilur. Settu þetta í pípuna þinn og reyktu það. Hvað sagðirðu? Hvað sagði? Það er bara munurinn að þið vera söngur og ekki söngvari. Já, það er rétt, það er rétt. You're my hallelujah. Give me a time and place, I rendezvous it, I fly to it, I beat you there. Girl, you know I got you, us, trust. A couple things I can't spell without you. Now we on top of the world, cause that's just how we do. Used to tell me sky's the limit, now the sky's our point of view. Man, we stepping out like, whoa, oh God. Cameras point and shoot, ask me what's my best side. I stand back and point at you. Það áttum við vinni karaokeinu. Já, þetta var vel gert hjá þér. Svona 6 á kjellin. Hvað segirðu? Þér aðeins svona 6 á kjellin. 6 á, já, sko, hvernig stendur þetta? Ég meina, ertu að telja þá bara alla keppninar? Já, ég held sér 11-5 fyrir þér. 11-5, maður getur nú ekki staðist, þú hlýtur að vera 11 eitthvað. Já, ég held að ég er endar, I lost count, ég veit ekki hann, við þurfum eiginlega bara að byrja frá 0 næst. Þú hefði bara unnið fyrir seríu, fyrir sumafrí. Já, ég líst vel á það. En strákarnir í Fitnessport, Svavar og félagar eru að fara að halda grjótharða sýningu á morgun í Laugarásbíó. Það er Expendables 2 með Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, já bara öllum hasarhetjónu nema Steven Seagal sem er enda sorglegt en hann kemur kannski í þriðju. Van Damme mættur þarna og Chuck Norris. Og svo skrítið að vera með svona hasarhetju mynd og ekki með Seagalinn. Já, það setur smá burnout stimpil á þetta, verður ekki með hann heitast þarna sko. Já, í rauninni sko. Ég er sammálaður í því. Fyrirmyndin var skemmtileg og þess er það örugglega líka, þannig að við ætlum að opna fyrir síman 511-0957 eins og sagði í laginu, hver veitum við gefum bíó með það og við ætlum að gefa hérna nokkra í beinni og það er ekki eftir neina að bíða FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hefðu langað þig að kíkja á Expendables 2 á morgun? Já, ég væri til í það. Það er ekki. Finnst þér ekki pínu sorglegt að Steven Seagal sé ekki hana? Jú, mér finnst það helviti alltaf sko. Ég var að vona að vera í fyrstu myndinni en síðan og allan myndi bæta upp fyrir það núna sko. Já, sko, hún var bóðið að vera í fyrstu myndinni, hann tók machetta þarna fram yfir sem var enda pínu skita á mínu manni en... Já, ég vilja sjá hann sko og Chuck Norris og Steven Seagal saman sko. Sammála því, hvað heitir þú vinnur? Halldór, hvað svona segirðu? Halldór Freyr Sveinbjörnsson. Halldór Freyr. Herðu, þú átt bara 2 miða og sækir þá hérna upp í Skaftahlíð á morgun. Ok, það er glæsilegt. Takk hérlega, Vinnur. Herðu, takk. Nei, herðu, þú bara fer með nafnið þitt á lista fyrir ekki, ég er að skita hans á mig, niður í bíó. Já, ok. Ok, nú, bye. Bye. Herðu, við gefum hérna nokkra í viðbót og þetta er að sjálfsögðu miðar fyrir 2. Ef Halldór er þá að hlusta, þá getur hann tekið eitthvað með sér, það fer ekki inn í bíó. Nei, það er ekki hægt. Langar þig í bíó?
Já. Nei, ekki? Jú. Hvað heitir þú? Það Ólafur Kristjáns. Varstu búin að gleyma það í snótun? Nei, þetta bara, ég að gefa bróðum mínum þetta. Já, ok. Ólafur Kristjánsson, það Já, Pétur ætti nú að tekja hann. Ólafur Kristjáns? Já. Vittu nú við, hvernig? Klukkuberg, maður. Klukkarinn, maður. Já. Hið félagarnir, maður. Blessar. Blessar. Hvernig er veðrið í Klukkuberginu núna? Skíjað. Það er skíjað, já. Það er bróðinn Ólafur Kristjánsson á miða fyrir 2. Yes. Segir hún að fara bara niður í Laugarásbíó og sýningin er á morgun klukkan 6 og gefur upp nafn. Já. Ég segir hún það. Takk fyrir ringja. Takk, bye. Já, takk, bye. Herði, gefum hérna, já, svona, viðbót FM 95 blöð langar í bíó. Nei. Já, góðan daginn. Góðan daginn, já, en stúlkukind. Stúlkukind? Langar þið í bíó? Já, ég var til að skella mér í bíó. Ég fíla það, þetta er grjóthærð svona testosterónmynd, þannig að þú ættir nú að geta fundið einhverja kallmenn hana, ertu á föstu? Nei, ekki svo gott. Já, þá ertu að fara í veislu, sko. Það er endalegt að fallum og mössuðum kallmönnum. Ég fíla það. Herðu, hvað heitir þú? Hjördís. Hjördís. Og hvað stóttir? Einarsdóttir. Hjördís Einarsdóttir, herðu, þú getur tekið vinkonina með þér. Já. Eða bara pappa. Í hvað bíó er þetta? Þetta er í Laugarásbíó á morgun klukkan 6. Herðu, ok, frábært. Ok, takk hjá. Takk. Við ætlum að gefa hér, 2 hefnum hlustendum viðbót, 511 og 957. Það er fitnessport sýning á morgun í Laugarásbíó á Expendables 2 og langar þig að fara? Já, takk. Það er ekki, hvað heitir þau? Ég heiti Bjarki Freyr. Bjarki Freyr. Hver er svona uppáhaldsleikarinn þarna? Ég veit að ég ætla ekki Jet Li bara. Já, Jet Li er þetta grjóthærður. Þetta er hárrétt þér. Herðu, það er á morgun klukkan 6, Laugarásbíó. Takk fyrir. Ok, takk fyrir þetta. Já, þá erum við búin að gefa... Ég er með eina spurningu. Hvað? Áttu ekki allir að fara að lifta einhvernum blóðum? Já, það er líka, þú getur farin í Laugarásbíó á morgun og tekið 100 í bekk tvisar og þá fara að fara inn á myndina. Já, það er ekki þetta, sérst. Nei, við erum bara að gefa hefnum hlustendum. Já. Ég held símanum aðeins opnum lengur hér þrátt fyrir að við séum að fara í auglýsingar. Við ætlum að fara hér í, eins og ég segi, auglýsingar og svo er það lagið á leiðinni heim, Bjössi. Já, ég fæ ekki að velja það. Jú, veist að ég leiði Sveppa að velja að gær, hann valdi gott lag, ég ætla að leyfa þér að velja. Já, ok, takk fyrir það. Þið geta haldið áfram að ringja í 511 og 957, ég tek nokkra viðbót. Uppblásið fjör með FM 957. FM verður í hressandi gír á menningadeginum. Við verðum í beinni útsendingu frá Skuggabarnum á Hótel Borg og stefnum við á að gleðja fullt af fólki. Það er hins vegar undir þér komið hvort þú fáir glaðning. Farðu endilega á þjónustuborð Smáralindar og sæktu þér blöð. Ávallt ferskir, hlöllabátar. Fáðu meira úr deginum með Dry Shampoo frá Lee Stafford. Lee Stafford hárvörur sem fást í Hagkaup og Fjarðarkaupum. Klassískur, ítalskur og laufléttur. Nú getur þú valið á milli 3 tegunda af botnum. Panta á dominos.is eða í síma 58-12345. When the mob speaks, everyone listens. Samfilm kynir Step Up Revolution. Magnaðar dansinur. Step Up Revolution. Frumsýnd 17. ágúst. Nú er skólinn að hefjast. Skráðu á póstlista Kringlunar á Facebook-síðu Kringlunar eða á kringland.is og vertu í Kringlunni 25. ágúst. Þú gætir unnið gjafakort frá Kringlunni með 25.000 króna inneign. FM 95 blöð. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957.
FM 95 blöð með ykkur hér á FM 957. Já, og fyrir þá sem að voru að vakna að þá er klukkan að verða 6. Herðu, við vorum ekki inni fyrst. Þvílíkt klúður. Vorum við ekki. Og lagið eitt á leiðinni, herðu, það er alltaf klikkað hérna hjá mér núna. Hvað er að gerast? Lagið eitt er komið undir og allt sem ég ætla að vera á leiðinni heim. Já. Hvað meinarðu? Þú ætlar að velja lag á leiðinni heim. Já, þetta ég valdi þetta ekki. Ha? Ég vildi ekki þetta lag. En þú sagði við með Florence and the Machine, Spectrum. Já, það er bara önnur útgáfa. Nó, ok, hvað viltu þá, Pétur? Nú þarf ég að fara að finna annar lag. Nei, þú mátt setja þetta, mér er alls saman. Það er orðið á seint núna. Nei, það er ekki, lífið er þannig að það er ekkert aldrei of seint. Viltu hafa, ok, en sagður ekki við mig Spectrum með Florence and the Machine? Ég man ekki hvað það heitir. Það er öðruvísi, sko, það gæti verið rétt lag, en kannski er útgáfan röng. Okay. Ég verð bara eiginlega að heyra það bara þegar. Já, það er allavega lagið sem við erum að enda á hér í dag. Ok. Hvað sem vilt segja við hlustendur í lokin? Við höfum að kveðja. Nei, byrju, kemur ekki lagið á leiðinni heim og svo tala meira? Já, klukkan er þegar lagið á leiðinni heim er búið, þá er bara klukkan orðið 6. Við erum bara að kveðja hlustendur. Við erum að kveðja. Það er með miklum söknuði sem að ég kveð í dag. Já, við erum mættir eftir viku, ekki lengi að bíða. Það er ekkert örugt í þessu lífi Blöndal. Það er reyndar hárrétt við Pétur, ég var að gefa það. Já, við skulum kveðja með það fyrir augum að það getur allt gerst. Já, maður á að lifa í núinu. Og mér langar að nota tækifærið og þakka þér, kæri hlustandi, fyrir samfylgdina síðastleina 2 klukkutíma. Ég er sammála Pétri þarna, ég þakka ykkur kærlega fyrir samfylgdina í dag og þakka ykkur fyrir atkvæðin í karaoke-keppninni. Já, ég þakka líka fyrir mín atkvæðin sem ég fekk. Æðislegt, og við gáum 20 miða á Expendables 2 á morgun. Ég þakka fyrir miðana sem við gáum. Ég þakka líka fyrir matinn sem ég mun borða eftir og landsleikinn, hvet alla til að kíkja á völlin og styðja strákan okkar. Ég þakka fyrir strákan okkar líka. Okkar bestu leikmenn, Kolbeinn, Gylfi, Eiður, allir á sínu stað, þannig að gera að fara og styðja strákana. Eiður á sínu stað, meinur þú á bekknum? Já, nú lemur það þig. Hvað meinar þú? Hann er að jafna sér til fótbrott. Það væri, draumurinn minn, ég veit það, en draumurinn minn er að Eiður komist þér að staða aftur, því að hafa hann með ungu strákanum væri helviti dýrt. Hann er í standi. Já, væri gott fyrir okkur. Fyrir landslið. Hann er bara svona eigingjarn á boltan. Svo er hann. Ekki þykjast vita hvað fótbolta er. Hann gefur ekkert boltan eitthvað á einhverja unga peyja eitthvað. Nei, þá er hann alveg, ég er með boltan. Ég er eldri. Ég ætla að skora, svo skiptir hann fram hjá eða eitthvað með. Já, við þökkum kærlega fyrir hlustunna og við minni á FM 95 blöð á morgun, þá verður Hjöppi K mættur hérna. Þannig að endilega stillin klukkan 4, takkið vel á móti Rikka G sem er hér, nei, ég held að hann sé ennþá í frí. Hvað er að gera þetta? Rikki G bara hættur þetta. Frí maður. Já, af hverju það Rikki G frí? Ég veit ekki. Bara nokkra klukkutíma einn á dag. Já, kannski. Fór hann í fægrunaraðgerð? Fór hann? Nei, þú er illa að segja Pétur. Hvað? Fór hann í fægrunaraðgerð? Já, það tekur langan tíma. Þetta er mest að léluð brandari. Hvað meinarðu? Það tekur ekki langan tíma. Sérstaklega maður er eins og strætóskýli í laginu. Nei, djók. Heyrðu, farinn. Þetta var allt djók. Allt djók, þetta er lagi á leiðinni heim. Pétur Jón Sigfússon valdi að heyrjast á morgun klukkan 4. Takk fyrir hlustunni í dag. Þú fær hraðvirka Dell fartölvu og frábæra Samsung spjaldtölvu á tvennutilboði hjá Advania. Kíktu á advania.is eða í verslanir okkar á Akureyri og í Reykjavík. Yngvi Eysteins á FM 957.